svona cirka 1,5 tíma mission í leit að þristum. Ég sá í story hjá, ég held Sólrún Diego, gæra fyrir dag, að hún var að gera lakkristoppa með þristum en ekki lakkrískurli. Og þetta einhver besta hugmynd sem ég hef heyrt og ég veit ekki af hverju manni hefur ekki dottið í hug fyrr, en af því að ég bý ekki á Íslandi þá get ég ekki bara hoppa út í næstu búð og keypt þrista. En ég fór á Íslendingar í Stokkólmi síðuna á Facebook og það stendur að það sé hægt að finna þetta í nammibarnum í einni nammibúð sem að held ég bara á 2 stöðum í Stokkólmi. Ein búðin bókstaflega rétt hjá þar sem við byggum síðast og ég fór þangað meira þess að í einu vloggi fyrir löngu síðan. En hún aðeins lengra frá mér núna, þannig að þetta að fara að vera svona út og aftur heim, ég held svona 2 tímar. Með öllu svona lestar, bið og eitthvað svona. En mér langar að gera lakkristoppa með þristum, þannig að ég tilbúin að taka þetta á mig. Ég verð náttúrulega svo lítið heima á aðventunni, þannig að mér langar að úsla að baka eitthvað með Stulla áður en fyrir heim. Skellum okkur í þennan 1,5 tíma, 2 tíma leiðangur að finna þrista. Glöggir kannast kannski við umhverfið en ég að labba gömlu leiðina heim. Það því ég að fara í ferju sem við tókum stundum til að fara í búðina. Ég bókstaflega 1 mínútu of sein í ferjuna. Ég hefði þurft svona dass af hrísisku ferjustressi til að ná þessu, en þá neyðist ég bara til að labba í gamla hverfinu. Ok, ég kom inn og skiljanlega enginn hérna klukkan 12:30. Ok, nú verðum við að leita þristunum, koma svo. Christmas tree, oh Christmas tree. It's tiny. Og tiny jólakúlur to go with it. Ertu búin að sjá vídeóin hana when my husband puts 2 ornaments close to each other that look the same, so I have to change everything. Þetta úthugsað ekki. Ég búin að sortera þetta. Svo þessi kúla fór hérna, þessi fór hérna og sami litur fór síðan hinum megin. Síðan tek ég næsta lit. Það besta að þó ég myndi breyta öllu trénu á morgun og þú kemur heim, þú myndir ekki taka eftir. Ég myndi taka eftir. Nei, Jú. Aldrei. Ég ætlaði alveg innilega að muna að vlogga þegar ég var að gera lakkristoppa, en ég held ég kunni alltaf að gera lakkristoppa, þannig að not that big a problem, en þeir líta einstaklega vel út. Alright. Og hvað dökkir? Interesting. Mömmu alltaf hvítir en ég held að hún noti ljósan búðursykur hins vegar. Ok, þeir voru kannski inni 1 mínútu lengi, ég veit það ekki. En þá testum við næstu blötu 1 mínútu styttra. Smá spes við að vera að elda kvöldmat og fá þessi morgunkaffi á sama tíma. En þetta var sér allt mjög góða skýringu. Í dag erum við sem sagt að plana að fara í smá svona jólagjafa leiðangur. Við fórum í gær og keyptum held ég bara allt fyrir fjölskylduna Stulla. Og í dag það fjölskylda mín, öll 300. Þannig að við erum búin að kaupa, ef litlu frændsystkini mín að horfa, þá erum við búin að kaupa pakkan ykkar á eftir. Þannig að já, ég bara að græja núna kvöldmatinn af því að við verðum örugglega svona frekar lengi niður í bæ og við ætlum að hafa kjúklingasúpu í matinn, þannig að það bara fínt að græja hana núna og svo getur hún bara chilla á bekknum þangað til við komum heim, dauðþreytt og búin á því og þurfum þá ekki að elda. En sem sagt, ég ætla að halda áfram að skera í þessa súpu og njóta morgunbollans ennþá í sloppnum, elda kvöldmat og hlusta á jólalög. Við erum komin inn í búð niður í bæ í smá jólaleiðangri að kaupa jóladressið á Stulla.
Mér líst svolítið hérna á pipakökukallinn. Rosa fín. Eða þessi. Gekkjaður. Oj. Það er með þess að COVID-gríma hérna í búningaþema. Ok, þessi er þetta hér slæm. Vá. Þetta er barnabúning. Þetta er eitthvað fríki eingangur. Æja, ég er brájál. Það er smá vesen að vera klukkutíma undan. Þetta er hópurinn. Nei, það er komið desember. Andal Jónasdóttir sem er jöfnunarþingmaðurinn. Við núna. Ok, ég skrapp á sunnudagsmorgni í Rústa að leita að jólastöffi og ég fann svona renning til að setja á eldhúsborðið á aðfangadag og svona græna slaufu. Það kom akkurat manneskja, en já, ég keypti svona græna slaufu af því mér langar að hafa pakkana bara hvíta með grænum borða, réttar sagt. Og þetta á borðið á aðfangadag, þannig að mission accomplished. Ég er búin að liggja í sófanum í næstum því allan dag. Ég vakti til svona 2 cirka að horfa á kosningavökuna en af því að við vorum klukkutíma undan og tölunar voru alltaf svo lengi að koma þá nefndi ég ekki lengur um það. En já, þetta var mjög spennandi. Við erum að fara á tónleika núna klukkan 6, klukkan 5 núna. Vá, klukkan 5. Ég er búin að liggja hérna bókstaflega að horfa á vlog bara endalaust. Hvað var ég að segja? Já, við erum að fara á tónleika klukkan 8. Sigurós tónleika. Ég viðurkenni, ég er ekki búin að vera mjög spennt fyrir þessu en ég held að þetta verði cool. Stulli keypti þessa miða fyrir sko mörgum mánuðum síðan og það er smá kraftaverk og höfum munið eftir þessu. En já, þannig að ég ætla bara að fara að mála mig, borða kvöldmat og já, svo skellum við okkur á tónleika. Outfit of the night. Við þurfum klárlega langan spegil. Hvað segir við? Ég er að forðast það eins og heitan eldinn að byrja að pakka niður. Akkur er þetta svo erfitt. Mér finnst svo erfitt að byrja að pakka niður. Ég byrja yfirleitt á því að sækja allt í skápinn og setja, leggja einhvers staðar þannig ég sjáu bara ok, ég er með svona mikið dót. Þá get ég bara svona ok, ég ætla að sleppa þessu, ég ætla að sleppa þessu. Málið er bara að ég þarf að standa upp og gera það. 1 kaffi viðbót, svo byrja ég. Haldið að ég sé ekki búin að kaupa auka tösku. Bara til að gera lífið miklu einfaldara. Þá ætla ég með 2 töskur. Það er nú bara ná í tösku 2. Ég er svo glöð að ég tók svo ákvörðun heldur að gera þetta svo miklu einfaldara. Ég er að fara að vera ógeðslega lengi. Þannig að, já. Jæja, það er komið uppáhaldsmoment okkar allra. Já. One down, one to go. Here we go. Ok, komin í security. Gengur vel hingað til, en nú er bara að sjá hvort kaffivélinn komist í gegnum security eða ekki. Það gekk svo sjúklega vel að komast í gegn.
Sjöstrandvélinn flaug í gegn. Ok, hún var reyndar stoppuð og hann var eitthvað að djóki mér að taka hann af mér, en já, ég þarf ekki að gera neitt með töskunar í kaupin, þannig að það er mjög gott. En ég er svo þreytt. Ég og Sjöstrandinum lent. Exhausted. Það var börn fyrir aftan mig sem öskruðu alla leiðina og spörkuðu svo f***ing mikið í sætið mitt að ég svaf ekki í hálfa sekundu. En nú er það bara næsta flug. Flug nr. 3 í dag. Góðan daginn frá Hrísey. Klukkan er 9. Það er ennþá bara myrkur. Stemming. En þá er líka gott að hafa ferðast með kaffivél yfir hafið. 3 flugum síðar erum við mætt við kaffivélinn og bollinn. Hendum okkur í morgunbollan. Jæja, nú skellum við okkur til AK City. Er ég með allt? Já. Ok, let's begin.